Já, komið sæl. Það var bæði bjart og hlýtt á Suðurlandi í dag og hitastigið fór upp í tæpa 19 gráður á Hellu, meðan var þungbúið og svalt fyrir norðan. Og þessi veðri veldur þessi lægð sem hérna við sjáum fyrir austanland og hún nú reyndar að færast svona austurbógin og úr myndinni, þannig að það verður nú veðrið skánar á morgun fyrir norðan og síðan aftur á móti á mánudaginn að þá kemur nýlað til okkar og þá fer að snúast í suðlægar áttir og fer að rigna hjá okkur. Og þá má eiginlega gera ráð fyrir því að það verður svona fremur vætursöm vika hjá okkur, sérstaklega landið sunnanvert. Og ef við lítum á hitastigið þá erum við hérna í svona nokkuð mildum loftmassa og kalda loftið nú skammt undan en lægðin sem kemur núna eftir helgina, hún kemur með meira þessu hlýja lofti og síðan sjáum við reyndar kalda lofti sem kemur þarna í kjölfar kuldaskilana. En svona lítur morgundagurinn út hjá okkur, það svona fremur hæg norðlæg eða breytileg átt hjá okkur. Það verður þungbúið áfram fyrir norðan þó að það ætti nú að verða mestu þurrt og áfram svalt í veðri meðan að sunnan til verður nokkuð hlýtt og bjart og hitatölurnar verða nú væntanlega hæstar líka á Suðurlandi á morgun. Nú síðan á mánudaginn að þá fer að snúast til suðlægari áttar, fer að rigna hérna landið sunnan og vestanvert. Aftur á móti fyrir norðan ætti nú að verða þurrt og að verði nú væntanlega svona mestu þungbúið og síðan á þriðjudeginum eða svona aðfaran á þriðjudagsins þá fara nú svona aðalskilin yfir þannig að þá fer nú að rigna líka fyrir norðan en svona miðjan dag á þriðjudeginum að þá ætti svona helstu skilin að vera farin yfir, þá farið að létta svona eins til landið norðanvert verður orðið svona skúrakent en aftur á móti sunnanlands megum við búast við svona vætu allan daginn. Og það líka farið að hlýna hérna fyrir norðan, hitatölurnar svona farið að nálgast 14-15 stig. Og á miðvikudeginum að þá verður nú svona farið að draga úr þessari lægð, hún verður farin að grynnast inn á Grænlandshæfi en það verður áfram suðlæg átt hjá okkur og einhverjar skúraleiðingar landið sunnanvert. Norðan til ætti aftur á móti vera farið að létta verulega til og orðið bjartviður og hitatölurnar ættu þá að verða hæstar fyrir norðan. Nú ef við skoðum hvað að gerast í kringum okkur að þá nú svona fremurleiðilegt veður í Noregi, sérstaklega við vesturströndina þar sem þungbúið og rigning, aftur á móti mun bjartara og hlýrra við Eystrasaltið en aftur á móti svona almennt séð nokkuð bjart hérna yfir Evrópu, það helst hefur komið hérna niður á Balkanskagann sem við sjáum hérna talsvert miklar svona skúrir og þrumuveður og sem teygja sig hérna til Tyrklands. En aftur á móti Grikkland ætti að vera nokkuð fínn dagur og Ítalíu spáð léttskýjuð eða heiðskýru og hámarkshitinn yfir 30 stig. Síðan ef við skoðum hvað að gerast á Spáni og Portúgal þá fínn dagur þar léttskýjað eða jafnvel heiðskýrt. Mjög hlýtt hérna á Suðurspáni þar sem hitatölurnar eru komnar yfir 40 stigin og í Frakklandi þar ætti líka að vera bjart veður, léttskýjað eða jafnvel heiðskýrt og hitatölurnar svona mun skaplegri en þó að það sé svona fínt veður og þá dettur nú sjálfsagt niður einhverjar síðdegis skúrir. En ef við förum til Kanaríeyja þá hlýtt þar á morgun, hitatölurnar svona hámarkshitinn yfir 25 gráðum og í svona þægilegri norðlægri átt. Og förum svo vestur hafa, það talsvert svona blautt hérna við austurströndina, rigning í New York á morgun, þar á móti á Flórídaskaganum ætti að verða bjartveður, en síðan höfum við hérna á svona sunnan til á sléttunum, það mikil hitabylgja sem svona teygir sig vestur til Kaliforníu og það svona hitameta að falla þessa dagana. En við endum þetta á kortum morgundagsins, það verður svona hæg norðlæg eða breytileg átt, þungbúið svona frekar landið norðanvert og svalt í veðri en bjartveður sunnan til og hlýjast á Suðurlandi. Segjum þetta gott að verið sæl.